Ég ætla að setja hér inn eina neðanmálsgrein eða footnote og ég ætla að byrja á því að sýna ykkur hvar maður á að vera staðsettur því það virðist vera að vefjast fyrir fólki. Ég er staðsett nákvæmlega þar sem ég vil að númerið komi. Ef ég er hér núna eins og ég vil hafa þetta, hér ætla ég að láta það koma, hérna aftast. Ef ég fer hingað, þá kemur númerið hér. Ef ég fer hér inn í miðjan textan, þá kemur númerið þar. Ég ætla semst að vera hér fyrir aftan fyrirsögnina. Það sem ég þarf að gera er að fara í References og þá er stór hnappur hérna sem heitir AB1. Sjáu þið. Insert footnote. Ég smelli á það, þá kemur tölustafurinn 1 og hún færir mig strax niður þar á réttan stað. Nú ætlum ég að sýna ykkur hvað gerist ef ég hef ekki ég ætla að sýna ykkur semst tvær aðferðir. Hér er ég bara búin að gera textan og ég hef þetta svona, nú er þetta frekar klessulegt. Eins og rétt er að gera þetta, ég ætla að stróka þetta út aftur og vera aftur staðsett bara hérna eins og ég sé að byrja að gera textan. Að þá þarf ég að byrja á því að íta á tab sem er örfarnar 2 fyrir ofan caps lock sem er í sikkur áttina sem heitir dálklykill hjá Jóhanna.is en venjulega heitir þetta bara tablykill. Smelli einu sinni á hann býr til bil og ég skrifa aftur alla þessa romsu og ég ætla að hafa þetta í 2 línum til þess að þið sjáu hvernig þetta kemur út. Nú er þetta sem sagt alveg að vera komið og sjáu þið, nú stangast línurnar á, þær kom ekki, neðri línan kemur ekki beint fyrir neðan þessa efri, eins og ég vil hafa þetta. Það sem ég þarf að gera núna er að ég þarf að stilla þetta á hangandi indrátt. Ég vil láta þetta hérna vera saman og það heitir hangandi eða henging. Þá þarf ég að fara aftur inn í Home, velja paragraf, hérna, ég kom sérst út úr reference sem er hér, þar sem ég var að búa þetta til, komin inn í paragraf og vel þar undir special, að þar vel ég henging. Og það sem gerist þá þegar ég íta OK, horfiði á fyrirsögnina sem ég var að skrifa, hún færir textan hérna beint á eftir. Ef ég myndi núna setja inn aðra, segjum bara ég vilji hafa hana hérna eins og hún talar þá fer ég nákvæmlega sömu leið. Ég er stödd hérna aftast í orðinu, ég fer inn í References, ég fer inn í Insert Footnote, þá býr hún til aðra. Og ég þarf að gera nákvæmlega það sama. Ég verð að íta á tablykilinn til þess að lenda hérna á réttum stað og þá, eins og þið sjáið, þá bara ég er rosalega fljót og ég verð aftur að fara sömu leið nema að ég velji, ef að prófa það, ég get valið hérna að kópera þennan hérna texta, ég verð að fara aftur í Home samt sem áður og gera Format Painter og lita hér yfir, en það er kannski, nei, það virkar ekki. Þannig að ég þarf að fara inn í paragraf, velja Special og velja henging. OK, hún færir þetta á réttan stað. Það er nákvæmlega svona sem þið gerir neðanmálsgreinarnar. Þið skulu ekkert vera nema þið treystið ykkur til að vera að nota Ctrl+T eða hvað það er sem að hún bendir á. En þið eru kannski ekki alveg komin á þann stað að þið séu farin að nota þessa flýtileikna. Þannig það er langt best að nota bara skipanirnar í tölvunni. Það er sem sagt vera staddur á réttu staði, númer 1. Númer 2 er að fara í References, íta á Footnote, fara aftur í Home, fara í paragraf og stilla á henging. Og hér ræður maður hvað bili verður langt sem maður vill láta hana hanga.